Gleðilegt fullt tungl. Þetta er náttúrulega bara geggjað. Það er... Hæ! Núna á þetta allt að vera dottið inn. Yes, glæsilegt. Ég ætla að fylgjast með sjálfur mér hérna á símanum eins og venjulega svo ég sé að kommenti frá okkur. Gleðilegt fullt tungl. Og til hamingju með afmælið ég. Tada! Þetta er geggjað. Þetta er náttúrulega, já, mér finnst dásalegt að ég fái að eiga afmæli á fullu tungli og deila parta af deginu mínum með ykkur. Það er dásalegt. Og fyrir vikið þá ætla ég að leika mér aðeins og vera með 4 stokka í boði í staðan fyrir 3 eins og venjulega. Af því af hverju ekki? Maður á bara afmæli einu svona ári. Stokkanir sem að ég er með núna það eru Elemental Power Tarot. Þessi hér. Svo erum við að sjálfsögðu með Monology eins og alltaf. Svo erum við með Runic Odyssey og Imperial Dragon Oracle. Við skulum bara dempa okkur beint í þetta. Ég ætla að lækka skjáinn, fá mér sopa af kakóinu mínu fyrst. Glæsilegt, ég ætla að lækka skjáinn, sýna ykkur stokkana, leyfa ykkur að tengja og ég ætla að nýta tíman og segja ykkur aðeins frá þessu tungli sem er núna af því að það er ansi magnað. En frábært við dempum okkur í þetta bara. Og hér eru stokkanir. Það er Elemental Power Tarot, Monology, Runic Odyssey og Imperial Dragon Oracle. Og ég ætla að segja ykkur hér aðeins frá þessu tungli. Sem sagt, það er fullt tungl í hrúti og það er gjarnan kallað, þetta fulla tungl er gjarnan kallað sem sagt Hunter's Moon eða veiðimannatungl. Og það er alveg svona smá saga á bakvið það, ég snert á því eftir smá. En þetta er eitt öflugasta fulla tungl ársins. Þau eru búin að vera mörg ansi mögnuð í ár. En það eru ýmsar ástæður fyrir því að þetta tungl er svolítið magnað og ég ætla ekki að fara of djúpt í það, en í stuttu máli þá hafa stöður og stefnur himintunglana verið þannig í nokkra mánuði að það hefur hrært til í orkunni hjá mörgum og sérstaklega á þann hátt að fortíðin hefur verið að minna svolítið mikið á sig og margir jafnvel upplifa hálfgerða endurtekningar eða svona déjà vu, einhverju svona draugar fortíðar að gera vart við sig og síðustu daga þá hafa verið miklar og snöggar breytingar í þessum stöðum og stefnum plánetanna og himintunglana. Fyrir vikið þá mega margir búast kannski við að svona allt í einu dundrist hlutinir einhvern veginn svona af stað eða fólk dundrist í gegnum einhverjar blokkeringar eða staðnanir sem að hafa verið að gera vart við sig bara svona í daglegu lífi jafnvel. En núna er verið að losa svolítið þessa stöðnum eða þessar endurtekningar. Þannig að við erum að fara aftur svolítið meira fram á við. Umbreyting myndi ég segja að vera lykil orð þessa tungls, bæði sko fyrir okkur andlega og sálrænt, en líka fysiskt og fysiskt að því leytum til að nú fer daginn verulega að stytta. Núna eru dagarnir okkar að verða alltaf styttri og styttri og meira myrkur og við erum að fara inn í myrkustu mánuði ársins. Og fyrir vikið þá þurfum við að fara vel byrg inn í veturinn, andlega og líkamlega. Og þaðan kemur raunin þetta heiti veiðimannatungl eða Hunter's Moon. Því á þessum árstíma þá tryggja menn og dýr matarbirgðina sínar fyrir veturinn. Undirbúa sig fyrir köldu og myrkustu mánuðina, þessa rýrustu mánuði náttúrunnar. Og andlega umbreytingin er að því leytinu til að núna er kominn tími á að finna jafnvægi á persónulegu þörfum okkar, móts við þarfir annarra í kringum okkur. Það er að segja að nú er mikilvægt fyrir okkur að standa með sjálfum okkur og sinna sjálfsrækt af alúð, en á sama tíma þurfum við að vera mjög skilningsrík og tillitssöm á þarfir annarra
og reyna að finna einhvern milliveg í samböndum og samskiptum. Þannig að það er mikil köllun þarna á jafnvægi, af því að við erum kannski búin að vera að finna mörg fyrir svona félagslegu róti jafnvel og aukinni félagslegri þörf, aukinni félagslegri ögrun og svona við þurfum að finna þetta jafnvægi á milli þess að vera félagslega og sinna sjálfum okkur og hvenær við erum farin að ganga of langt í að þóknast öðrum. Þetta er fín lína. En við skulum fara í lesturinn. Og við byrjum á Elemental Power Tarot, þannig að þá ætlum ég að færa hérna stokkana frá. Og fyrsta spilið er táknrænt fyrir það hvað er að fara frá okkur eða hverju erum við að sleppa, hverju erum við að ná betri sáttum við. Má sjá. Vá. Hérna. Og það kemur The Hierophant, hierophanturinn eða æðsti presturinn sem er sem sagt á mörgum tímum sem sagt andlegi leiðbeinandinn okkar. Hann er líka táknar fyrir siði og venjur og sérstaklega þá okkar eigin hugmyndir siði og venju, þessar siði venjur sem að við erum kannski búin að temja okkur og í huganum eitthvað sem að við teljum okkur eiga að vera eða gera eða hvað nú, og það er greinilega verið að róta við alls konar svoleiðis hjá mörgum, einhverjum gamalli trú, gömlu áliti, gömlum venjum. Það er eitthvað sem er kannski að yfirgefa marga þessa dagana. Næst lítum við á það hvað þetta fulla tungl er að lýsa upp, hvað er það að sýna okkur. Það er að sýna okkur einbúan, the hermit, sá sem að leitar inn í myrkri sitt, leitar inn í einverunu sína, leitar inn í hugleiðinguna til að hlúa sjálfum sér og finna styrkinn sinn persónulega styrk. Þetta er mjög hugleiðandi staða til að vera í og það kemur raunilega ekki á óvart að fyrir marga einmitt núna, sérstaklega þegar að vera að róta við einhverjum gömlum hugmyndum og gildum jafnvel, að fólk þurfa kannski að leita svolítið í einveruna sína, horfa inn á við, hugleiða inn á við og kanna sjálfið og sérstaklega þá sitt eigin myrkur, sína eigin bresti. Það er mjög nauðsynlegt. En þessu fylgir náttúrulega líka að hlúa vel að sjálfum sér, sem er einmitt það sem ég talaði svolítið að þetta tungl bæri með sér, að við þurfum að finna jafnvægi á milli okkar þarfa og annara þarfa og hvernig við mætum báðu, finna þessa línu. Og þá eru kannski margir sem þurfa að sleppa tökunum á gömlum hugmyndum, gömlum venjum til þess að geta sinnt sjálfum sér betur, af því að það er bara svolítið þannig að það er rosalega gróið í okkur sem samfélag að eiga að þóknast öðrum, og meðvirkni er mjög gróin inn í samfélagið okkur. Þetta er það sem við erum búin að vera og erum enn að reyna að berjast við og sýna fram á að einstaklingurinn skiptir máli og þarfir einstaklingsins. En næsta spil er þá við hverjum að búast næst. Hvað er handan við hornið á næsta leiti? Þarna greinilega. Og það er skrattinn sjálfur, það er freistingin. Og freistingin og glópagullið í rauninni. Það er ofboðslega auðvelt að falla aftur í gamalt far, að fara aftur inn í þægindaramann.
Þetta er mörgum mjög ögrandi að það hér er verið að hræra við einhverjum gömlum venjum, gamalli trú, gömlum gildum sem að viðkomandi er kannski búin að vera alin upp við og hefur staðið við í áratugi ef ekki alla ævina og svo allt einu breyta þeirri hugsun. Og það er erfitt og krefjandi að horfa svona djúpt í eigin barm, að líta svona algjörlega inn á við. Og þá er svo freistandi að ætla að fara í sama gamla farið og bara sleppa þessu, bara gleymt þessu, bara nei, bara þetta er búið að virka alveg fyrir mig, ég ætla bara í það aftur. Sum ykkar muna alveg fara inn í þá freistingu alla leið og fara aftur í þetta gamla. Og það er allt í lagi. En sumir munu fara í gegnum freistinguna og halda áfram inn í eitthvað nýtt. Og þá er þetta bara spurning hin svona dýnamiska freisting, hún er alltaf val. Og það er hér ákveðið val. Ætlar maður að gefa eftir í freistingu eða fara í gegnum hana. Hún mun alltaf vera til staðar og hún mun alltaf ögra. En það er líka góð áminning að djöfullinn, hann hefur aðeins það vald yfir okkur sem við gefum honum. Þannig að við erum sjálf alltaf við stjórnina hér. Burt séð frá ögrun og löngun og freistingu. Þetta er alltaf okkar eigið val. Þetta er alltaf okkar eigin ákvörðun. Það er þá bara spurning ætlar maður inn í eða í gegnum. Þetta voru Elemental Power Tarot og þá eru Moonology næst. Dembum okkur beint í þau. Og þá byrjum við á því, fyrsta spilið, hverju erum við að sleppa og sættast við. Það er að yfirgefa okkur, falla frá okkur. Og það kemur suðurpól sem er Don't let your past hold you back, ekki láta fortíðina halda aftur að þér. Mér finnst það svolítið, segir sig kannski svolítið sjálft, en þannig vera að minna á að fortíðin er að baki, ekki draga hana með þér inn í nútíðina og hvað það inn í framtíðina. Leyfðu henni að vera þar sem hún er og ekki láta hana aftur að þér, ekki láta hana halda aftur að þér. Slepptu tökunum á fortíðinni, þú breytir henni hvort sem er ekki. Og því næst, hvað er þetta fulla tungl að lýsa upp? Hvað er það að sýna okkur? Og það kemur balsamic tungl, a time for healing eða tími til heilunar. Þannig að nú er svo sannarlega tími til þess að sinna sjálfum sér og heila sjálfum sér, einbeita sér algjörlega að því og einmitt sættastu fortíðina, græða sárin sem fortíðin hefur skilið eftir í sjálfinu. Það má alveg sleikja sárin og kissa þau bless. Það er algjörlega þannig. Og ég segi alltaf fyrir mitt leyti að óhreint sár grær illa og skilur frekar eftir ör. Þannig að ef það eru einhver mál úr fortíðinni sem að hafa verið að angra eða koma upp aftur eða skilja eftir, og þú veist, eða eru ennþá bara galopin sár, þá er að gera að nýta heilunarorkuna til að hreinsa þessi sár og hreinsa þessa fortíð til þess að geta sleppt tökunum á henni. Af því að meðan þetta er óhreint og meðan þetta er óheilt þá er svo erfitt að sleppa því. Þannig að leyfið ykkur að heila fortíðina og sleppi svo tökunum á henni. Þið þurfið ekki að draga það alltaf með ykkur. Og þá er það spurningum, hvað er á næsta leiti? Hvað er framundan? Það kemur fullt tungl í sporðdreka. It's time to release negativity. Það er kom tími til að sleppa neðkvæninni. Þannig að það sem er framandi er, ég myndi segja bara bullandi jákvæðni og bjartsýni. Af því að þessu fylgir það að heila og græða fortíðina til þess að sleppa tökum á henni,
því fylgir svo miklu bjartari tími framöndan, því fylgir meiri jákvæðni og að geta sleppt, það er svo mikið léttir og það er fyrst og fremst það sem að mér finnst vera að koma í gegn í hana, þetta orð release, að sleppa tökum á. Það er mjög leiðandi fyrir mig gegnum þetta að því hér er verið að benda á það þarf að sleppa tökum á fortíðinni. Maður gerir það ekki ef að fortíðin er mjög sár og óhrein. Það þarf að heila þetta til að sleppa tökum á því, en við sjáum hér að með því að sinna sjálfum sér og heila sig og heila ykkur sára fortíðin og sleppa þeim, þá eru að sleppa svo mikið til þetta neikvæðni, þetta er það sem er framöndan. Þannig að þetta er dásamleg skilaboð. Heila og græða gömul sár, sinna sjálfum sér á núinu, sleppa tökum á fortíðinni og þá verður framtíðin miklu bjartari og jákvæðari og léttari. Dásamlegt. Þetta voru Moonology og þá er það Runic Odyssey Oracle næst. Og þá byrjum við á spilinu sem að táknar hverju við þurfum að sleppa tökunum á. Það kemur rúnin Mannas sem er táknar fyrir mannleikan og meðvitundina. Og þannig finnst mér að vera að segja að við þurfum að sleppa í rauninni hugmyndum okkar fullkomleika mannsins fyrst og fremst. Að við þurfum að sleppa þessari hugmyndum að breyskleiki manneskjunnar séu neikvæðir alltaf. Að þetta er svolítið, við þurfum að sættast við bara að við séum mennsk, af því að með mannleikanum, með því að vera mannleg þá eru við göllus. Það er svolítið það sem mér finnst vera að koma í gegn hér og frá því við þurfum að vera meðvituð að við erum öll gölluð fyrst og fremst. Við erum öll með þennan mannlega eiginleika í okkur og mennsku eiginleika, mennsku bresti. Þetta er í okkur öllum og við þurfum að sætta okkur við það. Og við þurfum líka að sætta okkur við okkar eigin breskleika og annara og fyrirgefa okkur sjálfum á öðrum fyrir vikið. Við getum ekki ætlast til þess að við séum fullkomin. Það er svolítið það sem að mér finnst vera að reyna að koma til skila með því að setja þetta spil í þessa stöðu. Og þá kíkjum við á hvað er þetta fulla tungl að lýsa upp. Ásakið. Ég bara gat ekki haldið aftur þessu hnerra, en þetta er þetta mjög óholt. Þá er maður búin að hnerra í beinni. Þá er maður rónað ansi sjóaður í þessu, er það ekki? Er það ekki? Þetta var líka alveg ágætt snerri. En já, afsakið þetta, smá truflun, en það verður fróðlegt að heyra eftir á hvernig það að hnerra, ég tók nú fyrir mikrofónin en ég verður að kíkja þetta eftir á. Allavega, það sem þetta fulla tungl er að lýsa upp og sýna okkur. Það kemur rúnin Hagalas sem er eyðilegging og krísa. Þannig að já, það eru eflaust mörg ykkur sem er að fara í gegnum einhverja sprengingar, einhverja bombur og finnst eins og akkurat núna þá sé bara allt í tómu tjóni. Og þá einmitt er svo mikilvægt að minna okkur á það hversu mennsk við og aðrir eru. Og í rauninni oft á tíðan þá þurfum við að minna okkur á það hversu fáraleg við sjálf erum. Að þegar stundum eru þessar persónlegu krísur okkar alveg kjánalega einfaldar og það erum við sem manneskjur
sem að hafa okkur ekki í samræmi við alvarleikann. Og jú, auðvitað þá, svona svo maður sé ekki gera lítið úr erfiðleikunum, að þá þurfum við svolítið að minna okkur á við erum mennsk. Það bara svo mikið sem við þolum og við getum ekki verið fullkomin í öllum aðstæðum og hvað þá erfiðleikum. En erfiðleikanir þeir koma til þess að þroska okkur. Og hluti af þroskunum að sættast við eigin galla, eigin breyskleika, eigin mennsku. Og þá þetta hvað framundan. Það kemur rúnin Eivas sem einmitt umbreytingin og endurnýjunin. Og þetta það sem verð ég að vikna yfirleitt að fallegasta við gjör eyðileggingu, þegar allt sprengt í sundur, tætt í sundur, að þú getur yfirleitt ekki byggt sama hlutin upp aftur nákvæmlega eins. Það þarf að breytast. Og það fallegt, breytingin falleg, umbreytingin hluti af þroskanum og við eigum að vera breytanleg. Þannig að fyrir mörg ykkar þá þið að fara gegnum virkilega og vissulega erfiða tíma og miklar ögranir, miklar áskoranir, en mikil breyting og þroski sem fylgir því. Þannig að, og þetta líka í takti við þetta tungl sem við vorum að tala um. Umbreyting svolítið svona lykilorðið sem fylgir þessu fulla tungli. Umbreyting, Eivas. Þetta voru Runic Odyssey og ég sé hérna í kommentunum að einhver brást við þessum hnerra og sagði Guð blessi þig, takk fyrir það, kærlega. Og þá förum við yfir í Imperial Dragon Oracle. Og við byrjum á því að athuga hvað að yfirgefa okkur, hvað að falla frá, við hvað erum við að sættast. Það kemur hér frjósemin, en þetta sem sagt sama og keisaraynjan. Þetta kvenorkan, kvenleikin, mýktin, mildin og já, frjósemin með því. Þetta megin og móðurinn í sama pakka. Þarna erum við að, myndi ég segja, sættast við að kvenorkan rísandi og hún töluvert öflugri og kraftmeiri en við höfum talið í gegnum tíðina. Við konur erum margar að uppgötva og erum búin að vera að uppgötva síðustu misseri og í meira en ári að minnsta kosti að mýkt máttur. Það kraftur sem fylgir því að vera kona og vera kvenorka, leiðandi kvenorka. Og við erum margar í rauninni að sættast við kvenleikan og kvenorkuna. Og það, ég segi sættast við að það í svo langan tíma og við erum margar aldnar upp við að það að vera kona eða það að vera með ríkjandi kvenorku, það að vera mjúkur og það að vera mildur og það að vera næmur, að þetta séu brestir, að þetta séu gallar, að þetta sé eitthvað til að gera lítið úr, að þetta sé eitthvað sem við eigum að kveða niður, að við eigum að vera sterk og hörð og öflug og kröftug, þú veist, í ykkur svona beinskertri karllægri orku sem að hefur sína kosti að sjálfsögðu, en eftir sko
árhundruð og árþúsund í því að segja við okkur að kvenorkan sé minna en og eitthvað til þess að í rauninu reyna að bæla niður, þá er bara mjög krefjandi að samþykkja hana og upplifa hana sem valdeflandi. En það er það sem er búið að vera að koma upp hjá mörgum okkar og það er dásamlegt og það er yndislegt og við ætlum að halda því áfram. En þetta er það sem við erum margar búin að eiga alveg svolítið erfitt með að sættast við, og við erum líka að reyna að sættast við okkar hlut í því að bæla eigin kvenorku. Og þetta er stór kafli, þetta er bara mjög stórt dæmi og það væri hægt að skrifa heilu doktorsritgerð bara akkurat þetta. Þannig að ég ætla ekki að eyða öllum deginum í að fjalla að sættast við kvenorkuna. Þannig að það sem að þetta tungl er að lýsa upp fyrir okkur og sýna okkur. Koma örlögin er að þetta er hluti af samspili alheimsorkunar. Eins og ég segði þá er kvenorkan búin að vera mjög rísandi bara í heiminum almennt og hún mun halda því áfram og það er hluti af örlega mynd alheimsins. Þetta er svolítið kröftug spá sem er að koma hérna upp. Þetta finnst mér meira gagnvart alheimsorkunu heldur en nokkuð tíman mannlegri orku. En hér er að koma fram á svona heimsvísu þessi breyting á milli pólsviða í orku. Þegar við erum búin að vera í sem sagt fiskaorkunni, öld fisksins mjög lengi og búin að vera að fara yfir í orku vatnsberans, öld vatnsberans, og því fylgir að það að vera að jafna út karl- og kvenorku. Og eins og ég segi, þetta er efni í heila doktorsritgerð. Ég ætlaði nú ekki að fara að fjalla eitthvað sérstaklega það hér á Rásinni live, sko, en þetta er svolítið svona gagnvart heiminum, finnst mér, og þetta er það sem búið að vera gangi í tölvunum tíma og greinilega ætlar að halda áfram. Og þannig erum við samt að finna einhverja sáttu við þetta sem að bara þegar ég segja mér finnst mjög gott að heyra. Og þá er spurning, hvað er á næsta leiti? Já, ég var alltaf í þóra að draga spil fyrir það. Kemur Lúnardragon, tungldrekinn, sem er táknandi fyrir bæði leyndardóma alheimsins. Sumt eigum við ekki vita, sumt eigum við ekki sjá fyrir, og sumt á að vera okkur hulið áfram. En þetta er samt sem áður vísun í kvenleikann. Tunglið er kvenorkan og Lúnardragon eða tunglið er líka táknandi fyrir jafnvægi í kvenorku, jafnvægi á milli karl- og kvenorku. Þess vegna er tunglið alltaf táknað með 2 súlum sem eru jafnháar, karl- og kvenorka. Þetta er kvenlæga hliðin á því jafnvægi. Þetta er, má segja, tunglið er kvenorkan á vog alheimsins, meðan að sólin er þá karlorkan. En það er náttúrulega ákveðin dulúð yfir því, og fyrir vikið þá er svo mikilvægt að hlusta eftir innsæinu, og þá sér í lagi þessu kvenlæga innsæi. Ég er ekki að segja að það séu eingöngu konur sem að hafa það í sér, en þetta er innsæi sem kemur úr uppruna kvenorkunar. Þannig að það er svona gegnumgangandi þráður að hér eru við sem heild, finnst mér, að sætta okkur við þessa þróun og þessa eflingu í kvenorku alheimsins
og átta okkur alltaf betur á því hversu öflugt afl kvennorkan er, að það er kraftur að vera kona, það er kraftur að vera kvennorka, það er valdeflandi og mýktin er máttur. Þetta er eitthvað sem spilar algjörlega inn í alheimsnetið okkar og við eigum ekki að sjá allt fyrirfram en við þurfum að hlusta inn á við. Ok, þetta varð svolítið fróðlegt og dýpra en ég hafði hugsað mér, en allt í lagi. Það er það bara þannig. Skemmtilegt. Hæ. Þá eru allir stokkarnir komnir og þetta var, já, þetta var áhugavert og eins og ég segi, við skiptið sem ég hnerraði benni, en mér skilst að ég hef heyrt nokkra tarotlesar tala um það að þegar þeir eru að lesa spil, ef það klæjar að nefið þá vita þeir að þeir eru spot on, þannig að ég ætla að halda mig við það að já, ég hafi bara verið svona óbáslega spot on að ég hafi þurft að hnerra fyrir vikið. Ég ætla að halda mig við það bara, mér finnst það bara góð rök. Bara, já, takk fyrir mig eins og alltaf, mér finnst þetta alltaf gaman og ég held þessu áfram. Ég veit að það eru margir sem að hafa virkilega gaman að þessu og koma aftur og mér finnst einhvern veginn alltaf traffíkinn vera að aukast inn á þessi myndbönd, þannig að ég held bara mínu striki, ég verð hérna alltaf á nýju og fullu tungli. Það er svo að styttast í mánaðamót og þannig að það koma stjörnuspár. Ég fer í það bara í næstu viku, strax eftir helgi, að taka þær upp. En það er svolítið mikið að gera hjá mér þessa dagana, þannig að ég er ekki að taka við fundarbókunum í bili. Það var að bíða fram yfir mánaðamót, bæði fundarbókanir og hreinlega bara vídeolagnir líka. Ég set post um það á síðuna mína, en ég bara þarf aðeins að minnka við mig. Þannig ég ákvaða að þessu get ég þetta geti sett að pásu tíma í kannski 10 daga, 2 vikur, eitthvað svoleiðis. Þannig að, já, en aftur, takk kærlega fyrir mig, vona að þið njóti góðs af og hafi gaman að þessu ég og við sjáumst þá allavega aftur á næsta nýja tungli sem er, byggjum við, ég ætla að kíkja í dagatalið, 4. nóvember, glæsilegt, 4. nóvember, við sjáumst allavega live þá, þannig að bara þar til næst, takk og bless.